Nú, ostastuldurinn og þetta og þjófnaður Hallgerðar hefur núna verið afgreiddur og Gunnar hlaut sæmd af málinu, hvernig hann stóð að því, þrátt fyrir að Hallgerður hafi gerst þarna þjófur. En það nú líka af því að Skammkell og Otkell komu svo heimskulega og illa fram. Skammkell laug og blekkti og Otkell var allt of vitlaus til að átta sig á þessum lygum og vandamálum. En þó að sættir náðist á Alþingi þá eru Skammkell og Otkell auðvitað orðnir þarna ennþá meiri óvinir Gunnars en fyrir þá öfunduðu þeir hann og voru með leiðindi en nú voru þeir hreinlega óvinir. Í kafla 52 eru kynntar tvær nýjar persónur, einn er Runólfur í Dal sem er vinur Otkels og hinn er Auðúlfur sem er austmaður og er þarna með í för. Svo er líka tekið fram að Otkell hann eigi rosalega flotta reiðhesta. Og þetta er auðvitað svolítið komist, Otkell er alls engin hetja, hann er eiginlega bara andhetja, misheppnaður í alla staði, vitlaus og getur ekkert ákveðið fyrir sig sjálfur og á þarna ráðgjafa í Skammkelli sem er algjör legalaupur og kjáni bara. En samt Otkell hann er ríkur og á þessu rosa fínu hesta sem er auðvitað mjög hetjulegt en hann kann alls ekki að sitja það og er alls ekki góður reiðmaður enda andhetja. Og í kafla 53 þá fer Otkell í heimsókn til Runólfs í Dal og hann er með 7 félaga með sér, meðal annars Skammkel og þennan Auðólf austmann. Á leiðinni til Runólfs í Dal þá ærast hestarnir hans Otkels því að hann kann auðvitað ekkert að stjórna þeim og sama tíma er Gunnar á Hlíðarenda úti á akri að sá korni og einmitt þá kemur Otkell að á hestinum sem er alveg stjórnlaus og hann tekur ekki eftir Gunnari, Gunnar tekur ekki eftir Otkelli og hestinum og Otkell eiginlega ríður þannig Gunnar niður og Gunnar fær sár, svo úrblæðir. Gunnar auðvitað brjálaður. Fyrst er Otkell búinn að stefna honum ósæmilega og verið með hellings af leiðindum í tengslu við það og svo ríður hann þann niður og þannig er náttúrulega þvílíkur ósómi í þessu öllu saman. Þannig er Gunnar samt vopnlaus, hann er með öxi með sér sem hann hefur lagt svona frá sér og hann er þarna einsins liðs á meðan Otkell og þeir eru auðvitað 8 saman. Og Skammkell sem er alltaf með einhver leiðindi, hann segir við Gunnar: Hvergi varstu óreiðulegri á þinginu þú hélst á atgerunum? Atgerin er þetta vopn Gunnars. Sem sagt Gunnar hann hafi verið svo vígalegur þá en ekki núna þegar atgerin er ekki með í för. Þannig að þorir Skammkell að vera með leiðindi að því að Gunnar er þarna í minnihluta og hann er ekki með vopn á sér eða heldur ekki vopni. En Gunnar er reiður og hótar tilbaka. Þá við finnumst næst skaltu sjá atgerin. Og þó að Gunnar sé einn, þá verða þeir nú samt hálfhræddir og forða sér. Þeir vitu auðvitað að Gunnar er rosalega mikil hetja og flottur. Nú, Kolskeggur bróðir hans Gunnars, hann segir við Gunnar að það sé best að segja sem flestum frá þessum atburði, þessari skömm þarna þegar Otkell reið hann niður. Að því að það stóði lítið að sakfella dauða menn. Kolskeggur gerir sem sagt ráð fyrir því að Gunnar muni á einhverjum tímapunkti drepa einhver af þessum mönnum sem voru með Otkeli þarna. Og það þýðir ekkert að sakfella þá sem eru dauðir fyrir eitthvað og svo er líka betra að fólk viti nú kannski ástæðuna sem að býra baki ef Gunnar fyrir að drepa einhvern af þessum mönnum. Skammkell, illmennið, hann verður ennþá meira illmenni þegar að hann heldur því þarna fram að Gunnar hafi grátið vegna þessa þegar hann fékk þarna sárið. Segir: Það myndi mælt ef ótiginn maður væri að grátið hefði. Og gerir hann auðvitað mjög lítið úr Gunnari enn einu sinni og Runólfur í Dal sem er auðvitað ekkert, honum er ekkert illa við Gunnar neitt, hann skammar Skammkel fyrir þetta og allir virðast vera á einu máli það að Skammkel sé hið mesta illmenni nema Otkell, enda hann kannski bara ekki nógu klár til að dæma það sjálfur. Nú, Runólfur hann býðst til að fylgja þeim Otkell og þeim öllum heim þegar þeir snúa aftur úr heimboðinu frá honum, af því að Runólfur veit að Gunnar mun ekki gera þeim neitt mein ef að Runólfur sjálfur er með í för, en Otkell neitar því sem er auðvitað heimskulegt og það veit bara á eitt, Otkell á ekkert gott í vændum. Í kafla 54 þá í upphafi kaflans þá segir smalamaður Gunnarsson frá því að Skammkell hefði sagt að Gunnar hefði grátið og þetta er auðvitað þvílík hneisa fyrir Gunnar
Og núna skal hann sko ekkert leyfa þeim að komast upp með fleiri móðganir og leiðindi. Hann búinn að þola nóg af þessum leiðindapúkum hann á Skammgili og þeim. Og Gunnar bara ákveður loksins að hann verði bara að svara fyrir sig og gjör svo vel að gera það. Þannig að hann tekur vopnin sín, þar á meðal atgeirinn, þetta flotta vopn, og atgeirinn svo svakalegt vopn að það syngur eiginlega í honum, það heyrir svona í honum þegar að víg í nánd. Og þarna syngur í atgeirinn kemur fram í kaflanum. Nú svo mætir Gunnar þarna Oddgalli og félögum á leiðinni. Þeir eru 8 saman munum við, en Gunnar er 1 með atgeirinn og vopn sín. Og hérna í þessum kafla 54 fáum við sjá alveg rosalega bardagasinu, þar sem Gunnar á Hlíðarenda, þessi flotti hetjulegi maður, fer 1 gegn 8 mönnum og hefur sigur. Hann drepur alla þessa nema 1, kolskeggur bróðir Gunnars, hann fer á eftir honum þegar hann fréttir að Gunnar er farin hann 1 í bardaga og hann drepur 8. manninn. Þessi bardagi á sér stað nálægt heimili Marðar Valgarðssonar, Mörður hinn illið þið munið, og þangað er kona þarna á vappi og hún verður vitni að bardaganum og hún hleypir heim til Marðar og segir að hann verði nú að skilja þá að þarna eru Gunnar frændi hans að berjast og Otkell vinur hans, þetta er nú agalegt allt saman, en Mörður segir hann sé alveg drullu sama, þótt að allir þessi menn drepist. Og hann sannar þarna, hann er algjört illmenni og auli. Hann er bæði hræddur þjóðríkja skipt sér að og bara viðurkennir blákalt á hann með skítsama átti deyja allir. Ekki mikill vinur eða frændi þar eða nokkuð. Nú í lok 54. kafla, þegar Otkell og þeir allir eru dauðir, þá segir Gunnar við kolskegg bróður sinn: Hvað ég veit hvort ég muni því óvaskari maður en aðrir menn sem mér þykir meira fyrir en öðrum mönnum að vega menn. Hann viðurkennir þarna að honum þykir afar leitt að drepa menn og hvort hann sé nú eitthvað óvaskari, sem sagt eitthvað minni maður fyrir það. Gunnar er auðvitað búinn að sanna að hann er mjög vaskur maður, hann fór þarna 1 gegn 8 og hafði sigur. En honum þykir afar leitt og afar mikið fyrir því að drepa menn þótt hann neyðislega gera það á til. Og þetta ýtir auðvitað undir að Gunnar er góður maður. Hann sér eftir að þurfa að drepa þessa menn. En í kafla 55 þá ræða þeir Gunnar og Njáll þessi víg Gunnars á Otkell og Skammgili þeim. Njáll ráðleggur Gunnari hvað hann skuli gera næst. Og Njáll segir þarna að hann megi alls ekki vega í sama knérunn aftur. Munið þetta orð, knérunnur, það þýðir ættliður. Þetta er mikilvægt að vega ekki aftur í sama knérunn. Þetta er nú alveg dæmigerð svona prófspurning og bara mikilvægt fyrir söguna, þið skulum muna þetta. Gunnar má sérst alls ekki vega aftur í sama ættlið. Ef hann gerir það, segir Njáll, þá mun hann eiga skammt ólifað. Og ráð Njáls eru, eins og við munum, afar mikilvæg og hérna er mjög mikilvægt að Gunnar haldi sættir og drepi ekki fleiri menn í sama ættliðnum af því annars mun hann sjálfur deyja. Og ef ekki, þá mun hann lifa lengi, segir Njáll. Þetta er auðvitað mjög dramatísk og mikilvæg forspá. Örlögin virðast hérna vera ráðin en Njáll gerir allt sem hann getur til að Gunnar vinur hans verði öruggur. Og nú er auðvitað bara að sjá hvort að Gunnari muni takast að fylgja þessum ráðum Njáls. Nú í kafla 56, sem er síðasti kaflinn sem við fjöllum hérna í þessum fyrirlestri, þar er gert upp málið á Alþingi. Geir goði, hann lögsækir Gunnar fyrir vígin. Geir og Gissur, þið munið, þeir eru frændur Otkels. Og þrátt fyrir að Otkell hafi verið svo mikill bjáni og leiðindapúki og þeim hafi örugglega fundist það líka, neyðast þeir samt til þess að annarkvort að hefna eða stefna Gunnari í þessu máli af því þeir eru frændur hans. Þetta er spurning heiður ættarinnar, fjölskyldunar, samdina og allt þetta. Þeir bara verða að gera eitthvað í málinu. Þannig að Geir, þeir kasta upp á það hvor það er sem að neyðist nú til að sjá máli og það er Geir sem að hlýtur þann vafasama heiður. Hann stefnir Gunnari á Alþingi en Gunnar auðvitað svo vinsæll og það standa margir menn með honum og svo getur Gunnar líka vísað í aðra sakir eins til dæmis þetta þegar Otkell kom á reiðhestinum og reið hann niður á akrinum og hann fékk sár og svo eru settar fram alls konar lagaflækjur flóknar þarna í kaflanum fram og tilbaka og í báðar áttir og loks er ákveðið að sættast bara, það er besta lausnin. Gunnar greiðir mannbætur fyrir vígin, svona eins og í húskallavíginu munið var alltaf að greiða bætur. Þarna greiðir Gunnar bætur fyrir
einhver af þessum vígum en ekki öll. Skammkell til dæmis, hann látinn óbættur enda hann búinn að haga sér svona illa, þið vitið með öll þessi slæmu ummæli og svona, ljúga fram og til baka og annað. Gunnar hann hlýtur mikla sæmd af þessu máli og fer heim í sæmd sinni og málinu lokið í bili, en munum eftir ráðum Njáls að Gunnar vegi ekki aftur í sama knérun og vonum það að honum takist staðinn. Við verðum bara að sjá hvernig fram í sækir í næstu köflum. En ég hef ekki lengri bili, takk fyrir að hlusta og við sjáumst hress.